innlendum vettvangi frá árinu sem að líða. Komið sæl og gleðilega hátíð. Þetta var ár stórviðburða á náttúruhamfara innanlands og utan. Það gaus ekki einu sinni heldur tvisvar í og við Eyjafjallajökul. Öskufallið ógnaði byggðum undir jöklinum. Og askan truflaði flugsamgöngur allan heim. Það var öflugur jarðskjálfti á Haítí, þar sem á 300.000 manns létu lífið. Rannsóknarskýrslan kom út í apríl og hálfu ári síðar samþykktu þingmenn að landsdómur yrði settur yfir fyrrverandi forsætisráðherra. Það voru sögulega kosningar í Bretlandi og konunglegt brúðkaup í Svíþjóð. Það var kosið hér heima til stjórnlagaþings og sveitarstjórna. Nýtt framboð í Reykjavík tók einfaldlega völdin í borginni. Það verður af nóg að taka næstu 2 tímana eða svo. Við byrjum á svipmyndum af innlendum vettvangi. Það var ennþá verið að skjóta upp flugeldum þegar fyrsta barn ársins kom í heiminn á Landspítalanum í Reykjavík. Klukkan var 28 mínútur yfir 12. Sú stutta fékk nafnið Margrét Kolbrún og henni heilsast vel. Hafi einhver haldið að deilunni Icesave hafi lokið þegar Alþingi samþykkti lagabreitingu málið rétt fyrir áramót, þá má kannski segja að forseti lýðveldisins hafi vakið þá af værum blundi á nýársdag. Nú vaxandi stuðningur við að auka veg hins beina lýðræðis, að fólkið fái sjálft að ráða í ríkara mæli. Fjöldi fólks mætti á Bessastaði daginn eftir til að styðja forsvarsmenn Indefense-samtakana. Þeir komu á fund forseta og afhentu honum 56.000 undirskriftir þeirra sem vildu að hann synjaði lögunum staðfestingar. Ég tel að það sé erfitt fyrir forseta að líta fram hjá vilja nærri 25% kosningabara manna í landinu. En það liðu hins vegar nokkrir sólarhringar þar til forsetinn ákvað að tjá sig. Menn byggust við ákvörðun í gær eða í dag, en það virðist útséðum að svo verði. En auðvitað er þetta ekki eitthvað algjört klukkutíma eða dagaspursmál. Forseti Íslands tilkynnir klukkan 11 í fyrramálið hvort hann staðfestir Icesave-lögin eða ekki. Góðan dag, við sendum þennan auka fréttatíma að mestu leyti frá Bessastöðum þar sem forseti Íslands hefur boðað til fundar með fréttamönnum. Hef ég ákveðið á grundvelli 27. greinar stjórnarskrárinnar að vísa hinum nýju lögum til þjóðarinnar. Samkvæmt stjórnarskránni munu lögin að enga síður taka gildi. Og þjóðaratkvæðagreiðslan fara fram svo fljótt sem kostur er. Ríkisstjórnin heyrði af ákvörðun forseta á sama tíma á þjóðin og klukkustund síðar hélt hún blaðamannafund hér í stjórnarráðinu. Það þarf að eyða allir óvissu eins og hægt en við erum alltaf komin út í óvissu ástand hér með þessari ákvörðun forsetans. Erlendir fjölmiðlar fylgdust grannt með fréttamannafundi forsetans og fréttir af ákvörðun hans voru innan skamms komnar í helstu fjölmiðla Evrópu. Alþjóðlegt matsfyrirtæki lækkaði lánshæfismat ríkissjóðs niður í ruslflokk og Bretar og Hollendingar voru súrir. Onaanvaardbaar betekent dat je de Nederlandse belastingbetaler niet mag laten opdraaien voor het falen van IJslandse bankiers en IJslandse toezichthouders. Dus wij willen gewoon ons geld terug. Það voru skiptar skoðanir ákvörðun forsetans. Ég hefði viljað hafa lögin áfram. Mér finnst það bara svolítið töff á honum. Mér finnst það bara æðislegt. Stór mistök við Ólafi. Men stjórnarandstaðan var kátt. Ég held við verðum að líta á þessa stöðu sem ákveðið tækifæri fyrir okkur. Nú nefnilega tækifæri fyrir stjórnina að sameina þjóðina bak við sig. Mér finnst þannig að sýnt ákveðið hugrekki með að standa með þjóðinni. Forsetinn varði ákvörðun sína á fundi með fréttamönnum nokkrum dögum síðar. Fjármálaráðherra reyndi að skýra máli fyrir kollegum sínum á Norðurlöndunum og aðri ráðamenn voru í svipuðum gír. Höfðu reyndar svo mikið að gera að utanríkisráðherra komst ekki til Indlands með forsetanum eins og til stóð. Það eru örugglega einhverjir aðrir sem geta borið töskurnar að þar. En umleitanir ráðherra erlendis báru takmarkaðan árangur. Miðjan janúar ákvað stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins að fresta endurskoðun á efnahagsáætlun íslenskra stjórnvalda. Það bara einskýring í boði, það Icesave. Tekið var upp samráð stjórnmálaleiðtoga framhald viðræðna Icesave. Alþingi samþykkti lög þjóðaratkvæðagreiðsluna en hvað átt að kjósa? Spurningin hljóðar svo samkvæmt frumvarpinu.
Eiga lög númer 1 frá 2010 breytingu á lögum númer 96 frá 2010. Ísbjörn gekk á land í Þistilfirði undir lok mánaðarins, nálægt bænum Sævarlandi. Dýrið var fellt og síðan flutt til Sauðárkróks þar sem það var flegið. Íslensk björgunarsveit var kölluð út nokkrum klukkustundum eftir að fréttir bárust af miklum jarðskjálfta á Haítí. Hópurinn flaug þangað aðfaranótt 13. janúar. Andrúmsloftið við undirbúning fararinnar mjög alvöru þrungið, enda gera menn sér ljóst að aðstæðurnar úti eru sennilega með því versta sem menn hafa séð. Af því að við verðum hægt að snemma á ferðinni þá væntanlega komum við fljótt að bæði leit og aðhlynningu hjá fólki. Íslensku björgunarsveitamennirnir voru rúma viku á Haítí. Það vakti heimsathygli þegar þeir björguðu 3 konum í höfuðborg landsins. Björgunarsveitarmenn hér heima unnu afrek á Langjökli í lok janúar þegar 7 ára dreng var bjargað úr djúpri sprungu í jöklinum. Móðir drengsins var látin þegar björgunarmenn náðu til hennar. Nákvæmlega helmingur kjósenda studdi ríkisstjórnina samkvæmt könnun sem birt var í byrjun febrúar. Sjálfstæðisflokkurinn mældist með þriðjungsfylgi. Deilan Icesave hélt áfram. En ég hygg að það hefði verið skynsamlegt að fá einhvern vanan alþjóðlegan samningamann í lið með okkur þarna. 2 erlendir ráðgjafar voru fengnir til starfa í nýrri samninganefnd Icesave. Tíma virtist sem samningar við Breta og Hollendinga væru að nást. Þjóðaratkvæðagreiðslan var skammt undan. Er það ykkar markmið að klára þessar viðræður fyrir 7. mars? Að sjálfsögðu væri það langbest að það kláruðust í næstu viku. En viðræðurnar sigldu í strand og þjóðaratkvæðagreiðsla blasti við. Fyrsta alvöru óveðrið þennan veturinn reiði við landið í febrúar. Aftaka veður var í Vestmannaeyjum, svo mikil snjókoma að þar þurfti tíma að hætta mokstri. Já, mannhæðaháir snjóskaflar var það sem mætti mörgum Vestmannaeyjum í morgun. En það ekki bara snjókomar sem veldur vandræðum, kannski meira skafrenningurinn. Þetta hafði fennt yfir bifreiðar á götum Vestmannaeyjabæjar. Krakkar fengu frí í skólanum og aðstöða þurfti fólk við að komast til vinnu. Það voru víðar vandræði, til dæmis á fjölförnum götum og höfuðborgarsvæðinu, í Reykjanesbæ, á Norðurlandi og í Borgarfirði. Það ekki beint blíðuveður hér í Borgarnesi í kvöld og eins það í næsta nágrenni því vegirnir beggja megin við eru víst að lokast og það útlit fyrir að í það minnst að vel á annað 100 manns verði veðurteft hér í Borgarnesi í nótt. Það gerði líka óveður á Langjökli miðjan mánuðinn. Þar leitaði stór hópur björgunarsveitamanna að skosku mæðginum sem þar voru hætt komin. I was trying to shelter him from wind. You lay on top of him? A brave little boy, we started playing word games. Fyrirtækið sem stóð fyrir ferðinni, vélsleðarleigan, var harðlega gagnrýnt fyrir að hafa lagt á jökulinn þegar önnur ferðaþjónustufyrirtæki höfðu aflýst sínum ferðum. Forkólfar Alþýðusambandsins báðu samdrætti, auknu atvinnuleysi og minnkandi kaupmætti og umræðan gengistryggð lán fór á flug eftir úrskurð héraðsdóms að þau væru ólögleg. Fólk kom saman á mótmælafundum á Austurvelli og þeytti flautur við Íslandsbanka. Afleiðingar þenslunar mátti sjá fyrir austan, þar sem íbúðalánasjóður eignaðist á 7. tug íbúða á einu bretti. Er ekki ljóst að hér var byggt allt of mikið? Það alveg ljóst að við erum með offramboð á húsnæði í dag. Snemma í morgun varð jarðskjálfti upp á rúmlega 3 á Richter. Viðvarandi jarðskjálftavirkni hefur verið í jöklinum síðustu sólarhringa. Við verðum að vera öllu búin og þess vegna settum við viðbragðskerfi almannavarna á svokallað óvissustigi í dag. Það var alltaf sagt að það væri, undir það væri eitthvað staðar eldsumbrot, ef það væri svona mildur vetur eins og það búið að vera í vetur. Verður gos? Nei, spá ekki gosi. Erlendir blaða og fréttamenn hópuðust til landsins, ekki til að fylgjast með jarðskjálftum, heldur til að verða vitni að fyrstu þjóðaratkvæðagreiðslu lýðveldisins. Atkvæðagreiðslu sem í huga margra fékk táknræna merkingu samtakamátt almennings, en það voru þó ekki allir á þeirri skoðun. Ég hef sagt að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla markleysa og að mínu viti mun ekki skila okkur miklu. Væri komið samningur á borðið
þá náttúrulega sæju allir að þjóðaratkvæðagreiðslan væri fullkomlega tilgangslaus og bara sóun á peningum. En fyrsta þjóðaratkvæðagreiðslan í sögu lýðveldisins var hins vegar haldin laugardaginn 7. mars. Og það fór eins og búist var við. Icesave lögunum var hafnað með yfirgnæfandi meirihluta, yfir 90% þeirra sem greiddu atkvæði sögðu nei. Það var engin málflutningur hafður í frammi fyrir annarri niðurstöðu. Ég ánægður með kjörsóknina og ég ánægður með þau skýru skilaboð sem að framkoma í þessari atkvæðagreiðslu. Ég mjög ánægð með að það hafi komið svona sterkt og afgerandi nei, því að það hjálpar okkur að fá betri niðurstöðu í Icesave, það er engin vafi það. Það var áfram tekist á niðurstöðu atkvæðagreiðslunar og stöðu ríkisstjórnarinnar. Forsætisráðherra boðaði fækkun ráðuneyta og lét ýmislegt flakka. Ein flokkssystir okkar orðaði þetta ágætlega þegar hún sagði að þetta væri eins og að smala köttum. Þingmenn Vinstri grænna voru ekki par ánægðir, þótt formaður þingflokksins hafi slegið á létta strengi. Já, við ræddum kissur og önnur góð dýr og það er bara, við erum mikið kattavinafélag í Vinstri grænum. Blað var brotið í íslenskri réttarfarssögu í mars þegar 5 Litháar voru dæmdir fyrir mansal. En mennirnir 5 eru sakaðir að hafa í október flutt konu frá Litáen hingað í þeim tilgangi að selja hann í vændi. Þetta var í fyrsta sinn sem dæmt var fyrir brot af þessu tagi og reyndar einnig í fyrsta sinn sem yfirvöld ákváðu að veita vitnum sérstaka vernd. Við vorum bara að stíga okkar fyrstu skrefi í þessum málum núna og þetta bara sýndi sig að þetta var mjög sérstakt á alla lund. Að kvöldi 20. mars fór að gjósa. Klukkan núna 3 að nóttu og gos hefur staðið núna yfir síðan á 12. tímanum að líkindum upp á Fimmvörðuhási að því að virðist. Og það staðfestu myndir sem voru teknar á flugi yfir gosstöðvunum nóttina. Hann er á milli Eyjafjallajökuls og Mýrdalsjökuls sem er náttúrulega mjög heppilegt að því að þarna á þessum stað veldur gosið ekki hlaupi. Við sáum nú ekki mikið hraun, þannig að þetta er ekki sérlega mikið gos. En á meðan upplýsingar gosið lágu ekki fyrir var byrjað að rýma samkvæmt áætlun. Miðnæturbil var 100 íbúa gert að yfirgefa heimili sín. Það hefur gengið mjög vel að rýma svæðið og að verða búið núna. Og allir farnir hérna úr fljótslíðinni? Allir farnir úr fljótslíðinni sem þurfti að fara, samkvæmt rýmingar áætluninni. Nú er klukkan farin að ganga 6 hér í fjöldahjálparstöð Rauða krossins í Hvolsskóla á Hvolsvelli. Þar sem fólk kom og skráði sig. Flestir fóru áfram til vina og ættingja, en þarna eyddi hópur fólks nóttinni. Við fengum símhringingu og svo SMS 20 mínútur fyrir 1. Við bara drifum okkur stað. Bara klæddi föt, fer út í bíl og sem vaknaði í bílnum og ég vissi ekkert hvað var að gerast. Ég held að það myndi flæða og ég held kannski að dýri myndi deyja eða eitthvað. Ég var svolítið hrædd það. Langflestir íbúar fengu að snúa til síns heima daginn eftir. Lítið bara á öskufalli þó féll aska innarlega í fljótslíðinni. Bændur gáfu skepnum hey, sumir komu hrossum sínum í örugt skjól. Það viðraði illa á Fimmvörðuhálsi fyrst eftir að gosið hófst, en á 4. degi rofaði loks til og þá komust vísindamenn og fréttamenn að eldstöðinni, þar sem gjósku strókarnir stóðu langt upp í loft. Við reynum að nýta tíman vel í dag, við höfum heilan dag í dag til þess að safna sínum. Þetta er nýjasta hraun landsins, ylvolt beint úr ofninum ef svo má segja. Þó við sjáum ekki endalausa glóða þá er hraunið hér að innan glóandi og það er hraunelva sem rennur hér inn í hrauninu og steypir sér ofan í gil. Hraunfossinn steypist hérna niður af brúninni, lyktin er eins og af nýju malbyggi og áðan þegar við flugum yfir þá fundum við hitan af glænýju hrauninu. Sem var farið að renna í norður, niður gilinn fyrir neðan Fimmvörðuháls. Þar myndaði hraunið ægifagra fossa og framkallaði gufusprengingar þegar snjór og leysingavatn hvell sauð. Fjöldi fólks lagði leið sína inn í Fljótshlíð fyrstu dagan eftir að gosið hófst og þegar rættist úr veðrinu á Fimmvörðuhálsi stóð straumurinn þangað á jeppum, flugvélum og líka á 2 jafnfljótum. Ég held ég geti hér sagt að ég sé orðlaus, það gerist nú ekki oft með mig.
Ég bjóst ekki við að þetta var svona stórt. Síðustu helgina í mars voru þúsundir þarna á ferð og þeim fjölgaði enn þegar opnað var inn í Þórsmörk. Gosið á Fimmvörðuhálsi færðist í aukana í lok mars þegar ný sprunga opnaðist. Og það ekkert lát á gosvirkninni í eldri og efri sprungunni þótt svo nýja gjósi af fullum krafti. Hópur vísindamanna var þá stattur við eldstöðvarnar. Við urðum bara svo skemmtilega vitni að því þegar við komum hérna fyrir hornið að það var opnast ný sprunga og krafturinn stöðugt að færast í aukana eins og við sjáum hér. Og þetta sást greinilega þegar flogið var yfir gosstöðvarnar í ljósaskiptunum þennan dag. Nú skartar gosið á Fimmvörðuhálsi sínu allra fegursta í ljósaskiptunum en það komin saman hópur af fólki hér til að fylgjast með gosinu. Þetta var bara ógleymanlegt, þetta bara frábært. Sagði einn hinna fjölmörgu sem brugðu sér í þyrluferð yfir gosstöðvarnar á Fimmvörðuhálsi páskahelgina. Það var nóg að gera hjá fyrirtækjum í ferðaþjónustu þessa fyrstu daga aprílmánaðar. Ég ekki nokkur vafi það að þetta hefur mjög mikil áhrif á afskaplega marga aðila hér á svæðinu. Well, actually, I saw it on both BBC and Fox News and pretty much came here just to see that. So it's a real good opportunity, once in a lifetime. Og tækifæri sem ferðaþjónustan nýtti sér til fulls með tilbúðum af öllu tagi. Tekjurnar af ferðum að gosstöðvunum námu tugum milljóna króna á dag. 2 Íslendingar, karl og kona á fertugsaldri, urðu úti að Fjallabaki í ferð sem farin var til að sjá eldgosið á Fimmvörðuhálsi. Kona sem var í för með þeim komst lífs af. 12. apríl afhenti rannsóknarnefnd Alþingis skýrslu sína bankahrunið, aðdraganda þess og ástæður. Skýrslan var kynnt á fjölmennum fundi í beinni útsetningu í sjónvarpi og útvarpi. Í skýrslum ráðherra og fyrir starfsmanna ríkisstjórnar fyrir rannsóknarnefnd Alþingis vísaði hver og annan athafnaskyldu og enginn gekkst við ábyrgð. Bankarnir 3 fjármögnuðu sjálfur samtals 300 milljarða króna af eigin hlutafé mitt ár 2008. Vandi bankana var greindur sem ímyndarvandi og á honum var reynt að vinna með samstilltu átaki bankamanna og stjórnmálamanna. Góðari svo kallað blést þannig upp oflæti og stórmennsku og þeir sem stýrðu stærstu fyrirtækjunum fóru að trúa því að þeim væru allir vegir færir og væru miklu stærri og sterkari en raunin var. Það mátti heyra saumnál detta þegar skýrslan var kynnt. Þar var dregin upp dökk mynd af framferði stjórnendabankana, ráðherra og háttsettra embættismanna, tala var ótæk vinnubrögð í stjórnkerfinu, tortryggni milli fólks í lykilstöðum og ráðaleysi á úrslitastundu. Megin niðurstaða nefndarinnar var að bankarnir hefðu fallið vegna þess að þeir urðu of stórir. Eigendur þeirra fengu áfellistóm. Rannsóknarnefndin telur að eigendur allra stóru bankana 3 og einnig eigendur Straums Burðaráss hafi fengið óeðlilega greiðan aðgang að lánsfé hjá þessum bönkum. Að því virðist í krafti eignarhaldsins. Nefndin komst að þeirri niðurstöðu að 3 ráðherrar hefðu sýnt af sér vanrækslu fyrir að láta hjá líða að bregðast við yfirvofandi hættu fyrir íslenskt efnahagslíf sem leiddi að versnandi stöðu bankana. Það mat rannsóknarnefndar að ráðherrar ríkisstjórn þeirri sem satt á árinu 2008 hafi ekki brugðust við amar slæmu fréttum og framtíðarhorfum bankakerfisins. 4 embættismenn sýndu einnig af sér vanrækslu að mati nefndarinnar, fyrrverandi forstjóri fjármálaeftirlitsins og 3 fyrrverandi bankastjóra Seðlabankans. Það á meðal formaður stjórnar bankans, Davíð Oddsson, áður forsætisráðherra. Hagstjórnin átti að minnstakosti frá því árinu 2004 þátt í því að ýkja hið efnahagslega ójafnvægi sem leiddi til hrunsins. Í nýlegum stjórnarsáttmálum var jafnan lögð áhersla á að halda bankastarfsemi hérlendis og að hún skildi ekki lúta íþyngjandi eftirliti. Stjórnvöld ákváðu að lækka skatta á þenslutímum og það var gert í trássi við ráðleggingar sérfræðinga og jafnvel gegn betri vitund þeirra ráðamanna sem ákvarðanirnar tóku. Forseti Íslands fékk sinn skerf af gagnrýni í skýrslu rannsóknarnefndar sem og háskólasamfélagið og ekki síður fjölmiðlar.
Greining fjölmiðlahópsins sýnir fram á að fjölmiðlar römmuðu inn umræðum viðskiptalíf mun meira á forsendum fjármálafyrirtækjana en almennings. Fjallað var niðurstöður nefndarinnar í ríflega 2 tíma löngum fréttaskýringaþætti í sjónvarpinu kvöldið, þar sem fréttamenn fóru yfir einstaka þætti skýrslunnar og nefndarmenn sátu fyrir svörum. Það var í raun og voru öll þjóðin þáttakandi meira og minna í þessari hugsun. Það skorti á þetta samfélagslega aðhald sem þurfti að vera til staðar. Fyrrverandi forsætisráðherra kom einnig í viðtal. Ég mun ekki víkja mér undan nokkru einustu ábyrgð í því sem ég ber ábyrgð á. En ég bar ekki ábyrgð á viðskiptalegum ákvörðunum sem teknar voru í einhverju vittleysu í Landsbankanum eða Kaupþingi eða Glitni. Bæði Geir og Árni Matthísen voru hættir á þingi en Björgvin G. Sigurðsson sat ennþá. Hann sagði af sér embætti þingflokksformann Samfylkingarinnar vegna málsins og ákvað nokkrum dögum síðar að víkja tímabundið af þingi. Og ég mun hvetja sérstaklega til þess að landsdómur verði kallaður saman að því hann eina leiðin til að skera úr þær ávirðingar sem þarna koma fram. Flokkssystir Björgvins, Steinunn Valdís Óskarsdóttir, sagði af sér þingmennsku nokkrum vikum síðar vegna umfjöllunar styrkjamál hennar í skýrslunni. Illugi Gunnarsson vék af þingi vegna umfjöllunar í rannsóknarskýrslunni peningamarkaðssjóð á vegum Glitnis. Illugi var stjórnarmaður í sjóðunum. Það sama gerði varaformaður Sjálfstæðisflokksins sem viðurkenndi að njóta ekki sama trausts og áður. Það er sárt að kveðja varaformannsembættið, en ég get ekki hort fram hjá minni ábyrgð, minni samvisku og minni trúverðuleika. Og á tilfinningaþrungnum fundi hjá Samfylkingunni sama dag ákvað Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, fyrrverandi utanríkisráðherra, að gera upp sinn pólitíska hluti í atburðarás síðustu ára. Ég kem hér upp bara til að segja ykkur að þegar ég horfi yfir þessi 2 ár, þá finnst mér ég hafa brugðist. Sumar af niðurstöðum rannsóknarnefndar Alþingis urðu tilefni til aðgerða af hálfu sérstaks saksóknara. Nefnd þingmanna úr öllum flokkum var falið að meta hvort kalla ætti landsdóm saman, en 2 dögum eftir útgáfu skýrslunar beindist athygli almennings að öðru. Eldgos hófst í Eyjafjallajökli í nótt. Það margfalt stærra en gosið við Fimmvörðuháls. Við fengum boð upp úr 4 að rýma. Hvað gerir maður þegar maður fær skilabóðin? Já, maður byrjar að fara að gefa kúnum að það sé örugglega ná að hegi hjá þeim, þannig að það geti verið rólegar þá til að komast á mjólka. Gosið hófst aðeins 2 dögum eftir að eldsumbrotum lauk á Fimmvörðuhálsi. Líklega byrjaði það svona milli 6 og hálf 7 í morgun í toppnum á Eyjafjallajökli. Og hálftíma síðar eða þar bil byrjar vatn að renna út úr Gígjökli. Þetta vægast stórt og mikið flóð. Það farið að breiða verulega hérna úr sér og farið að ná býsna hátt undir brúagólfið á Markarfljótsbrúnni 9. Til að bjarga brúnni voru skörð rofin í þjóðveginn. Vatn flæddi vegi og tún í grennd við ána. Það kom einnig flóð í Svaðbælisá, nokkru austar, sem olli talsverðum skemmdum. Þetta alveg ótrúlegt að sjá þetta. Hér öllu eiginlega umturnað eins og hægt að segja. Það sást lítið til gosstöðvana en á radarmyndavél í flugvél Landhelgisgæslunnar birtust gígarnir í Eyjafjallajökli heldur ófrýnilegir. Mökkurinn kom í ljós innan skamms þegar gosið var búið að bræða ofan af sér íshelluna. Sambland kviku og vass í gríðarstórum kötlum bjó til sprengigos. Gígarnir spúðu frá sér ógrynni af ösku. Mökkurinn náði hátt í 10 kílómetra hæð. Gosið var bæði heillandi og ógnvænlegt á að líta og áhrif þess náðu víða. Strax á öðrum degi gossins var alvarleg röskun á flugsamgöngum í Evrópu. Í upphafi var öskufallið mest austur af gosstöðvunum. Klukkan auðvitað 10 á morgni. Við erum stödd hérna á miðjum Mýrdalssandi og það svarta myrkur. Fólki var ráðlegt að halda sig sem mest innandyra, en það var ekki alltaf hægt. Það þurfti til dæmis að sinna skepnum. Þetta náttúrulega kemur ekki á góðum tíma svona í króandanum að vori og stutt í sauðburði. Og þegar rofaði til voru tún og hagar sveipuð blýgráum hjúp. Mikil aska féll í Álftaveri og Meðalandi, svo mikil að þjóðveginum var lokað. Svo fór vindur að snúast til suðurs. Á Mýrdalsjökli gátu jarðvísindamenn safnað gjósku sínum í glampandi sól, en undir Eyjafjöllum hafði dagur breyst í nótt.
Svona þetta. Klukkan að vera 3 miðjan dag, víða heiðskírt en hér kolniðamyrkur. Kýrnar hafa það gott, það bara rólegar í fjósinu, jórtra og... En fjósið nú langt frá því að vera öskuhelt. Já, það alltaf glöfur sem að verið svona fínt ryk fara inn í, sko. Elvar, hún ekki falleg sveitið núna? Nei, það verður nú því miður að segjast að hún ekki upp á sitt besta. Glóandi hraunslettur þykktust áfram upp úr gosköllum Eyjafjallajökuls. Kvikan sprakk þegar hún komst í snertingu við vatn og hraunbombur flugu langa leiðir út á jökulinn. Drunurnar heyrðust víða og þær sáust líka þegar hljóðbylgjur frá þeim ruddust upp í gegnum sprengibólstrana. Undir Eyjafjöllum var fólk farið að örvænta. Ég svolítið svona tætt. Þetta ekki búið, maður veit ekki hvað verður og manni finnst maður eiginlega ekki geta byrjað á neinu og allt svona í svona biðstöðu. Bóndinn á Raufarfelli 3 hafði hins vegar fengið nóg í bili. Já, ég verð ekki hér í sumar, það ég búin að ákveða. En ég náttúrulega langar ekki að hætta að búa, skilurðu. Það fór að draga úr krafti gossins. Hraunrennsli jókst og öskufallið minnkaði. Bændur fengu aðstoð við búverkin, hreinsunarstarfið fór í gang og einn daginn mættu slökkviliðsmenn með dælubíla og slöngur. Það búa að sópa að mesta og við erum bara að smúla niður restinni. Ferðaþjónustan hafði áhyggjur af afleiðingum gossins. Forseti sló ekki á þær áhyggjur þegar hann tjáði sig í fréttaþætti hjá breska ríkisútvarpinu. What we have seen now is in fact a small rehearsal of what would happen. I don't say if, but I say when Katla will erupt. Allt flug til og frá landinu fer nú Akureyrarflugvöll eftir að umferð Keflavíkurflugvöll var takmörkuð í morgun. Það ekki ofsögum sagt að hafi myndast loftbrú á milli Glasgow og Akureyrar. Og svona var þetta næstu daga, líka fyrir farþega innanlands. Það var flogið til útlanda frá Akureyri og Egilsstöðum á meðan gangarnir á Keflavíkurflugvelli voru hljóðir. Könnun á fylgi flokkana fyrir sveitarstjórnarkosningar benti til að nýtt framboð, besti flokkurinn, næði 4 borgarfulltrúum í Reykjavík. Fólk að senda bara þau skilaboð að það líti á stjórnmálinn sem svona ákveðið grín, bara djók. Og ég eftir vandlega umhugsun að þá hef ég ákveðið að draga framboð besta flokksins tilbaka í sveitarstjórnarkosningum. Djók. Fyrrverandi yfirmönnum Kaupþings var hins vegar ekki skemmt þessa fyrstu daga maímánaðar. Þeir voru handteknir og settir í gæsluvarðhald eftir að hafa mætt í skýrslutökur hjá embætti sérstaks saksóknara. Þeir voru grunaðir víðtæk auðgunarbrot, skjalafals og meinta markaðsmisnotkun. Allt þannig málið þarna meðal, en það eru fleiri mál sem snúa að þessu sama. 2 aðrir stjórnendur hjá Kaupþingi voru handteknir nokkrum dögum síðar þegar þeir komu til landsins. Fleiri starfsmenn bankans lá undir grunn. Stjórnarformaður Kaupþings, Sigurður Einarsson, neitaði hins vegar að koma heim í skýrslutöku. Á endanum var gefin út alþjóðleg handtökuskipun á hendur honum fyrir fjársvik og skjalafals. Sigurður kom til landsins í ágúst og mætti þá í yfirheyrslu. Sigurður, á hverju ákvæmst að koma heim núna? Ég hef alltaf verið tilbúin að koma heim, aldrei staðið því. Glitnir var líka undir smásjáni. Slitastjórn bankans ákvæði í maí að höfða mál fyrir dómstóli í New York gegn æðstu stjórnendum og eigendum Glitnis. Slitastjórnin sakaði þá að hafa farið ránshendum bankans síðustu mánuðin og misserinn fyrir hrun og vildi fá skaðabætur upp á litla 260 milljarða króna. Síðar á árinu var málinu vísað til íslenskra dómstóla. Það sorgardagur að stolt okkar Suðurnesjamenna komið í eigu útlendinga. Sagði oddviti minnihlutans HS Orku. Daginn áður en Magma Energy eignaðist nær allt hlutafé í fyrirtækinu. Máli var í meira lagi umdeilt, þingflokkur Vinstri grænna vildi að undið yrði ofan af einkavæðingu í orkuiðnaði, en ráðherrar Samfylkingar vildu tala styttri leigusamning og forkaupsrétt. Umhverfisráðherra boðaði lög eignarhald orkufyrirtækja. Hún brást ókvæða við fregnum af beiðni Magma að rannsaka jarðhita í Kerlingafjöllum og víðar, á sama tíma og unnið væri að sátt virkjanamöguleika. Þeir eiga að sýna Íslendingum og þjóðinni og stjórnvöldum mannasiði. Gosvirknin í Eyjafjallajökli jókst í byrjun maí. Hún var farið að renna í átt að Gígjökli.
Bræðsluvatnið streymdi niður með jöklinum, stundum í miklum gösum sem fossuðu niður í lónstæði fyrir framan sem nú var orðið sneisafullt af framburði. Aska hélt áfram að falla í byggð. Hér er Vík í Mýrdal allt hulið þessari fíngerðu grábrúnu ösku. Við ætlum bara að drífa okkur hérna. Það er ekkert að gera hér meðan þetta er svona. En bændur áttu erfiðara með að fara. Sauðburður var komin í fullan gang og menn höfðu áhyggjur af sumarbeit. Sumir brugðu á það ráð að flytja fé sitt í burtu, yfir varnarlínur, ýmist vestur á bóginn eða austur. Við erum að gera þetta klárt í flutning austri Skaftafellssýslu. Eldvirknin stöðvaðist 22. maí. Þá stóðu aðeins gufustrókar upp úr gígnum. 250 milljón rúmmetrar af gosefnum höfðu komið upp í eldstöðinni. Þetta var orðið mesta öskugos síðan Katla bærði síðast á sér, árið 1918. En því var lokið, í bili að minnstakosti. Það er alltaf snemmt að segja það hvað þetta gos muni gera, hvort að við höfum séð endilókin núna. Sveitarstjórnarkosningarnar voru á næsta leiti. Frambjóðendur í Reykjavík þeyttust borgina til að kynna málstað sinn. Oddvitar Vinstri grænna gáfu taupoka í Mjóddinni og ný Reykjavíkurlisti kom sér á kortið. Á meðan efsti maður Framsóknar fór á Hrafnistu. Þetta er góður drengur. Já. Það er bara verst að hann fór í þessa vinnu. Hann var í góðri vinnu. 8 listar voru í framboði í Reykjavík, 7 í Kópavogi. Á landinu öllu var hlutfall kvenna í framboði hærra en nokkru sinni áður, en í efstu sætum listana voru þó oftast karlar. Það var gengið til kosninga í 72 sveitarfélögum laugardaginn 29. maí. Á kjörskrá voru ríflega 226.000 manns. Kjörsókn var álíka mikil og fyrir 4 árum. Ég er alveg ákveðin í hver verði borgarstjóri. En kusuð það sama og síðast? Kannski ekki alveg. Það þýðir það að vilja breytingar eða eitthvað? Já, við viljum breytingar. Og þá hefur maður lokið lýðræðislegri skyldu sinni og ekkert eftir að gera nema að setja meðan í kassan og svo er það bara Eurovision. Hera Björk og hennar fólk endaði í 19. sæti með 41 stig. Þýski úlingurinn heillaði hins vegar flesta. Svo var komið að úrslitum hér heima. Fyrstu tölur bentu til að miklar breytingar væru í vændum. Á Akureyri galt sjálfstæðisflokkurinn afhróð og listi fólksins fékk hreinan meirihluta. Meirihluti Samfylkingar féll í Hafnarfirði sem og meirihluti Sjálfstæðis og Framsóknar í Kópavogi. Og besti flokkurinn var orðinn stærsti flokkurinn í Reykjavík með 6 borgarfulltrúa af 15. Oddviti flokksins valdi orð sín af kostgæfni þegar hann var spurður meirihlutaviðræður. Við þurfum bara að skoða það allt mjög vandlega og við ætlum ekkert að ana að neinu. Bæði Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn töpuðu fylgi í Reykjavík, en oddvitar flokkana voru hins vegar kokhraustir þegar þeir komu á kosningavökur. Sjálfstæðisflokkurinn er í stórsókn í Reykjavík. Og það er horft til okkar í Samfylkingunni að vera áfram breytingarafl í samfélaginu. Það fór hins vegar ekki á milli mála hver var sigurvegari kosningana í Reykjavík. Nýr meirihluti besta flokksins og Samfylkingarinnar í Reykjavík var kynntur snemma í júní eftir nokkura daga viðræður. Það var einmitt efst upp á þaki á Æsufelli 4 hérna í Breiðholtinu þar sem kynnt var þetta nýja meirihlutasamstarf nú síðdegis. Ég verð borgarstjóri og Dagur verður formaður borgarráðs. Nýr meirihluti tók formlega við völdum miðjan mánuðinn. Oddviti Sjálfstæðismanna var forseti borgarstjórnar. Nýji borgarstjórinn tók sama dag við lyklavöldum í Ráðhúsinu. Nokkrum dögum síðar var hann eins og forverar sínir mættur eldsnemma í Elliðaárdalinn til að veiða lax, sinn fyrsta reyndar. Hvað heldur hann sé stór? Þetta er 6 pundari. Það voru harðvítugar deilur á Alþingi áður en þingmenn fóru í sumarfrí, en flestir þeirra sameinuðust hins vegar ný hjúskaparlög sem afnámu mismun á hjúskap og staðfestri samvist. Við erum manneskjur sem stöndum jöfn gagnvart lögum. Í því að þetta er bara einn af mörgum áföngum í okkar baráttu.
Íbúar á suðvesturhorni landsins fengu að kenna á öskunni úr Eyjafjallajökli fyrstu dagana í júní. Svifryk á höfuðborgarsvæðinu mældist langt yfir heilsuverndarmörkum. Nálægt jöklinum var ástandið enn verra og það var fátt sem glæddi augað inn í Þórsmörk. Og núna bara allt er grátt fyrir utan gróðrið og það líka gráa slíkur á gróðunum. Það var heldur ekki fallegt. Jökulvatnið sem ruddist niður farveg Skaftár og Eldvatns síðustu dagana í júní þegar hlaup kom úr Sigkötlum í Skaftárjökli. Flóðið olli nokkrum skemmdum, einkum á varnargörðum og grónu landi. Styrkir til þingmanna komust enn eina ferðina í hámæli þegar Guðlaugur Þór Þórðarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, greindi frá því að hann hefði þegið tæpar 25 milljónir króna í styrki árið 2006, að stórum hluta frá fyrirtækjum sem tengdust útrásarvíkingum. Formaður flokksins var spurður hvort hann myndi þrýsta á Guðlaug að segja af sér. Ég hef ekki gert það, nei. Ætlar að gera það? Nei, ég ætla ekki að gera það. Bjarni var síðar í mánuðinum endurkjörinn formaður Sjálfstæðisflokksins á landsfundi þar sem samþykkt var krafa að draga ætti til baka aðildarumsókn að Evrópusambandinu. Leiðtogar ESB samþykktu hins vegar 17. júní að hefja viðræður aðild Íslands. Svipað leyti var kveðinn upp dómur sem margir höfðu beðið eftir. Myntkörfulánin eru ólögleg samkvæmt dómi Hæstaréttar í dag. Þúsundir Íslendingar með slík lán bæði vegna húsnæðis og bílakaupa. Hæstiréttur sker mjög afdráttarlaust úr það að þetta lán í íslenskum krónum eins og við höfum alltaf haldið fram. Sagði lögmaður þeirra sem sóttu málið, en þar með var ekki öll sagan sögð. Í dómnum var lítið að finna vexti lánanna eða verðtryggingu þeirra. Ríkisstjórnin mun ekki hafa nein inngrip í þetta mál sem að skerði rétt hólsins. En það voru hins vegar skiptar skoðanir hvaða vexti þessi lán ættu að bera og hvað fjármálafyrirtækin ættu að gera. Íslendingar alveg ómögulegir þegar þeir hitta góða sölumenn. Sagan kunnug, þeir réðust á krónuna og það kemur reikningur út á því. Það þýðir ekkert að láta okkur borga það. Seðlabankinn ákvað í lok júní að fara bil beggja, ef svo má segja. Ólöglegu lánin ættu að bera ríflega 8% vexti sem þýddi lækkun en ekki eins mikla lækkun og annars hefði fengist. Ég held að þetta sé staða sem að allir ættu að geta að lifa við. Ég tel rétt að þeir neytendur sem að falla undir fordæmis áhrif dómsins eigi ekki að fallast á þessi tilmæli. Það stóð ekki á viðbrögðum eftir tilmæli Seðlabankans vexti á myntkörfulánin. Nokkur 100 manns hópuðust saman við bankan snemma í júlí. Það áttu sjálfsög að láta allir þessar skuldir farin í gjaldþrot gömlu bankana. Þar áttu þetta hverfa fyrir fullt og allt. Láta dóma Hæstaréttar standa, einfaldlega. Láta réttaríkið bara vera. Mótmæli héldu áfram næstu daga, líka við skrifstofur Alþjóða Gjaldeyrisjóðsins, þar sem farið var fram á að sjóðurinn hætti afskiptum af efnahagsmálum landsins. It's a free country and people should be and are free to protest. Þeim fækkaði lítið sem leituðu á náðir hjálparstofnana með matargjafir, en slíkum stofnunum var hins vegar lokað í byrjun júlí. Nú þegar hjálpin fer í sumafrí virðist ekki ljóst hver eigi að taka við hlutverki hjálparstofnana. Ríki og sveitafélög benda hvert á annað. Sveitafélögin munu auðvitað gæta þess að enginn líði skort. Nei, ég get ekki bent á eitthvað sem ekki til. Hjálparstofnun kirkjunar hljóp undir bagga, en þangað komu hins vegar færri en búist var við. Það var áfram deilt kaup Magma og HS Orku. Meiri hluti nefndar erlenda fjárfestingu komst að þeirri niðurstöðu snemma í júlí að ekkert væri að þessum kaupum. En það var bent á að Magma hefði stofnað sænskt skúffufyrirtæki til að eiga viðskiptin, samkvæmt leiðbeiningum frá iðnaðarráðuneytinu. Það finnst mér grafalvarleg frétt og mér finnst hún svo alvarlega að ég tel að við þurfum að setjast yfir það á vettvangi ríkisstjórnar. Hópur fólks með tónlistarmannin Björk í fararbroddi hratt af stað undirskriftasöfnun gegn kaupum Magma. Að minnstakosti 3 þingmenn Vinstri grænna hótuðu að hætta að styðja ríkisstjórnina. Þannig að nú spurningin, við verðum að koma í veg fyrir þetta. Ríkisstjórnarflokkarnir ákváðu að láta rannsaka kaupin. Nefnd erlenda fjárfestingu fékk það verkefni. Það var mikið dýrðir þegar hinn nýja Landeyjahöfn var vígð 20. júlí. Fyrirmenni mættu og klipptu á borða, mannvirkin fengu blessun og samgönguráðherra lofaði að athuga með nýjan Herjólf.
Þetta náttúrulega eftir að hafa alveg gríðarlega mikil áhrif hér í Vestmannaeyjum og á áhrifasvæði Landeyjahafnar. En verslunarmanna helgina kom hins vegar babb í bátinn. Ferjan strandaði í höfninni sem var ekki orðin nógu djúp. Og það sem við einfallega gerðum það var að fá stóra gröfu hjá Suðurverk og höfum grafið núna í dag upp þetta svæði þannig að það alveg ljóst að þetta vandamál úr sögunni. Sko það náttúrulega bara vanhugsað frá upphafi. Þeir að hugsa fyrir þess að þeir fara að byggja bryggju. Það bara svoleiðis. Farþegar komust allir til Eyja þessa helgina á þjóðhátíð sem varð reyndar svo fjölmennasta frá upphafi. Þjóðhátíðin í Eyjum var svo vel sótt að forráðamenn hennar voru farnir að ræða fjöldatakmarkanir að ári. 17.000 manns voru við brekkusöngin að kvöldi sunnudags. Og eitt af tónlistaratriðunum á loka degi þjóðhátíðar Vestmannaeyja þegar fjölmennustu til þessa var Páll Óskar Hjálmtýsson sem kom hoppandi og skopandi að norðan. Það var einnig fjölmenni á öðrum útihátíðum þessa verslunarmannahelgi, þar á meðal á Akureyri og á Ísafirði, þar sem hið árlega mýrarboltamót var haldið, áhorfendum og keppendum til mikillar skemmtunar. Þetta kannski ekki ábyrgðarfallegur sambabolti. Þetta drullu skemmtilegt. Aukin harka hljópi kjarabaráttu slökkviliðs og sjúkraflutningamanna sem beittu skyndiverkföllum til að þrýsta á betri kjör. Einn daginn stöðuðu þeir flug frá Reykjavík til Húsavíkur. Bara að vekja athygli á öryggisaðbúnaði á Húsavíkurflugvelli. Já, þið að láta þetta bitna á saklausu fólki. Hver að beita ofbeldi núna? Það ekki ofbeldi. Já, ég ætla bara að fá að koma. Ekki í það. Tæplega 40 manni var ráðinn bani á heimili sínu í Hafnarfirði aðfaranótt 15. ágúst. Fjölmennt lið lögreglu rannsakaði málið. Daginn eftir var maður á 30-aldri handtekinn. Hann var síðar látinn laus en handtekinn aftur í lok mánaðarins. Maðurinn játaði síðar að hafa framið morðið. Hann var úrskurðaður ósakhæfur áður en árið var á enda. Orkuveita Reykjavíkur hækkaði gjaldskrá sína í lok ágúst tæpan þriðjung til að geta slegið ný lán fyrir gömlum skuldum og nýjum verkefnum. Ja, fyrirtæki sem getur ekki sýnt fram á greiðsluhæfi, það ekki lánshæft. Ég held að það sé bara komið að því að við áttum okkur á því að millistéttin þarf að borga þetta eins og allt annað. Jóhannes Jónsson kendur við Bónus vék í ágúst úr stjórn Haga, móðurfélags verslunarkeðjunnar og þáði rúmar 100 milljónir króna í starfslokagreiðslur. Arion banki sem tekið hafði Haga yfir ákvað hins vegar að selja Jóhannesi hluta af erlendum eignum félagsins. Viðbrögð þjóðkirkjunar við kynferðisbrotum komust í hámæli í ágúst eftir að dóttir Ólafs Skúlasonar biskups greindi kirkjuráði frá ofbeldi sem faðir hennar beitti hana í æsku. Fleiri konur stigu fram, þær áttu það sameiginlegt að hafa lýst reynslu sinni af kynferðisofbeldi af hálfu Ólafs. Tugir presta hlustuðu á þær á fundi seint í ágústmánuði. Nú þeir búin að horfa í augun á okkur og hlusta bæði okkar tár og reiði. Ég var rosalega fegin, svona þungu fargi af mér létt. Þetta búin að vera alveg í mér frá 30 ár. Auðvitað náttúrulega verður við að horfast í augu við að stjórnsýsla kirkjunnar hefur brugðist í þessu. Núverandi biskup fékk sinn skerf af gagnrýni vegna málsins en taldi ekki ástæðu til að víkja. Hann sagðist leggja trúnað á frásagnir kvennanna. Kirkjuráð tók undir það og lagði til að skipuð yrði rannsóknarnefnd sem færi yfir það hvernig kirkjan brást á sínum tíma við ásökunum á hendur Ólafi. Björk Guðmundsdóttir tónlistarmaður tók seint í ágúst við hinum virtu Pólar tónlistarverðlaunum í Stokkhólmi úr hendi Karls Gústafs Svíakonungs. Í rökstuðningi dómnefndar sagði að Björk hafi þrátt fyrir ungan aldur markað óafmáanleg spor í dægurtónlist og samtímamenningu. Thank you very much for my award. I'm very honored. Thank you. Breytingar voru gerðar á ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur fyrstu dagana í september. Ég bara sátt, ég geng sátt frá borði. Sagði Ragna daginn sem henni var skipt út. Ráðherrum var fækkað úr 12 í 10, utan þingsaráðherrar viku sæti og 2 stjórnarþingmenn komu inn. Verður ekki svolítið sérkennilegt að setjast aftur í kennarastólinn eftir að hafa verið í ríkisstjórn? Jú, ég ánur enda vona því ég verði mun betri kennari fyrir ríkið, þannig að það nú sjálfsagt bara betra fyrir nemendurna að fá kennara með þessa reynslu.
Forsætisráðherra fór nokkrum dögum síðar í fyrstu opinberu heimsókn sína til Færeyja. En móttökurnar þar voru misjafnar. Jenis af Rana, formaður kröftilega miðflokksins þar, neitaði að sitja kvöldverðarboð með Jóhun og eiginkonu hennar og lét eftir sér hafa að heimsókn þeirra væri hrein ögrun. Lögmaður Færeyja sagði að Jenis ætti að skammast sín. Landeyjahöfn var lokuð stóran hluta septembermánaðar. Þó að það ætti að vera gott dýpi þá bara reyndist það ekki vera. Markarfljóti og Eyjafjallajökli var kennt Gosefnin berast hér austan frá Markarfljóti og mynda sandrif hér í hafnaminninu. Þess vegna á Herjólfur erfitt með að sigla inn í höfnina. Svo erfitt reyndar að skipið tók niðri nokkrum sinnum og fór á endanum í slipp þar sem athugað var með skemmdir. Dæluskip var fengið til að dýpka Landeyjahöfn en það gekk brösulega. Svo fór að dæluskipi laskaðist og þurfti líka að fara í slipp. Ljóst var að öflugra dæluskip þyrfti í verkið og mun meiri pening en tilstóð í upphafi. Þeir höfðu annað að hugsa bændurnir fyrir austan sem voru í smalamennsku miðjan september. Þeir komu að 3 hreindýrstörfum upp á heiði sem allir höfðu flækt hornin í girðingavýrum. Við erum alltaf fundist það svona meir en hæpið að vera með svona girðingar upp á háfjöllum. Einn tarfurinn hafði náð að losa sig sjálfur, annar drafst, en sá þriðji var hins vegar í fullu fjöri. Já, nú ætla ég að reyna að reka hann, láta hann hlaupa hringinn í kringum staurinn og vefja vírnum upp á staurinn og þá styttist taumurinn smá saman. Tarfurinn var kominn með 3 staura á baki þegar hann gafst loksins upp. Þá var dreginn fram naglbítur og sög. Ég þori ekki annað en að saga hornin á honum vegna þess að hann geti ráðist á okkur þegar hann losnar. Það gerði tarfurinn ekki, heldur skokkaði í burtu, frelsinu líklega fegin. Þingmannanefndin sem sett var á laggirnar eftir útkomu rannsóknarskýrslu Alþingis skilaði niðurstöðu sinni 11. september. Meirihluti þingmannanefndar leggur til málshöfnun gegn fyrrverandi ráðherrum þeim Geir Haarde, Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, Árna Matthísen og Björgvin G. Sigurðssyni. Nefndin 3 klofnaði. Fulltrúar Samfylkingarinnar vildu sleppa Björgvini og þingmenn Sjálfstæðisflokksins í nefndinni vildu ekki draga neinn fyrir landsdóm. Auðvitað hefur verið betra að það hefði komið einróma niðurstaða frá þessari nefnd. Ég hef enga sannfæringu fyrir því að þeir ráðherrar sem að þarna eigi hlut hafi gerst berir af einhvernum glæp. Nú þetta er auðvitað tímamót í okkar sögu og það er ekki hægt að segja að þetta sé ánægjulegu dagur. Þrátt fyrir að þingmannanefndin næði ekki samstöðu ákærur, þá komst hún sameiginlega að þeirri niðurstöðu að rannsóknarskýrslan fæli í sér áfellisdóm yfir vinnubrögðum löggjafarvaldsins og stjórnsýslunar og lagði til ýmsar úrbætur. Sú ályktun var síðar samþykkt samhljóða á Alþingi. Tillögur ákærur skeigðu hins vegar á, ekki síst eftir að forsætisráðherra gagnrýndi þingmannanefndina og benti á að ráðherrarnir fyrrverandi hefði ekki haft andmælarétt. Er þetta sérstaklega alvarlegt í tilviki fyrrverandi utanríkisráðherra? Mér fannst ummæli forsætisráðherra gagnvart nefndinni ómakleg. Umræðan ákærurnar var í uppnámi, en söguleg atkvæðagreiðsla þær fór fram seint í september. Það mátti heyra saumnál detta í þingsalnum þegar ákærurnar voru bornar upp og þingmenn áttu það við sjálfa sig hvort þeir sögðu nei eða já. Nei. Já. Nei. Já. Nei. Já. Nei. Já. Nei. 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 Alþingi samþykkti með 33 atkvæðum gegn 30 að ákæra Geir H. Haarde fyrir landsdómi. Tillögur ákærur á hendur hinum ráðherrunum fyrrverandi voru felldar. 4 þingmenn Samfylkingarinnar greiddu atkvæði með ákæru á hendur Geir en felldu tillöguna ákæru á hendur Ingibjörgu Sólrúnu. Já, ég er auðvitað sjokkeraður yfir þessari niðurstöðu þingsins og hún kemur mér á óvarp og auðvitað verður hún mér þungbær. Ég held að því miður hafi þessi dagur í gær markað ákveðin tímamót og hafi skapað verulega eitrað andrúmsloft. Nógu slæmt var það nú fyrir. Á 3.000 manns safnaðist saman á Austurvelli þegar Alþingi var sett í byrjun október. Mótmælaspjöldin myndu á kröfugerðir búsáhaldabyltingarinnar. Fólk var orðið þreytt á aðgerðarleysi og það lýsti vanþóknun sinni á ráðamönnum þjóðarinnar þegar þeir gengu til messu í Dómkirkjunni. Sumum var greinilega brugðið. Mótmælin héldu áfram meðan á guðsþjónustu stóð. 2 rúður voru brotnar í Dómkirkjunni. Spennan utandyra jókst. Allt ætlaði svo kollað keyra þegar þingmenn, ráðherrar og aðrir gestir komu út.
Yfir þau rigndi eggjum og öðru lauslegu. Margir báru hönd fyrir höfuð sér og tóku til fótanna inn bakdyr Alþingishússins. Þar sem þingmenn og ráðherrar þrifu af sér eggjaskurðina áður en forsetinn hélt setningaræðu. Það var hiti í mótmælendum utandyra. Það þarf að hreinsa alla pólitíku burtu þess að hún leggur sig. Þetta er vinstri stjórn sem áttu að... Hvað er Skjaldborg? Það er engin virðingur í fólki, ekki nein. Fólk er bara hreinsa alveg út hérna, alveg, öllum. Líða tók á daginn færðist ró yfir mannskapinn og heldur fækkaði í hópi mótmælenda. En spurningin er þessi, eru mótmælin í dag aðeins forsmekkurinn af því sem koma skal? 3 dögum síðar mættu á milli 7 og 8.000 manns á Austurvöll þegar forsætisráðherra flutti stefnuræðu sína á Alþingi undir dynjandi hávaða mótmælenda sem börðu á tómar olíutunnur. Varnargirðing var sett upp í kringum Alþingishúsið. Tugir lögreglumanna voru til staðar. Þingfundur hófst rétt fyrir klukkan 8 kvöldið. Leiðtogar stjórnmálaflokka mættu hver af öðrum í ræðustól. Það fjölgaði í hópi mótmælenda fyrir utan. Helmingur þjóðarinnar horfði á þetta í beinni útsendingu. Alþingishúsið var grýtt, 33 rúður voru brotnar, eldur var kveiktur á Austurvelli og aðsúgur gerður á þingmönnum þegar þeir óku frá þinghúsinu. Klukkan er núna 20 mínútur gengin í 1 og mótmælunum er lokið en það fór að fækka ört í hópi mótmælenda miðnættið. Daginn eftir var Alþingishúsið þrifið og boðað var til samráðs skuldavandann. Íbúar í Fjallabyggð fögnuðu í byrjun október þegar Héðinsfjarðargöngin voru tekin í notkun. 4 ár voru liðin síðan framkvæmdir hófust við þetta stærsta samgöngumannvirki Íslandssögunnar. Þetta er stór dagur í okkar litla samfélagi. Það er ekki hægt að segja annað. Göngin kostuðu á endanum 12 milljarða króna. Á 7.000 manns mættu í útvarpshúsið einn laugardaginn í október í opið hús sem haldið var í tilefni 80 ára afmælis Ríkisútvarpsins. Sumir starfsmenn fengu það verkefni að baka vöfflur, aðrir leiddu gesti húsið eða heilsuðu upp á trygga hlustendur. Það er sérlega gaman að sjá eyrun taka á sig mannsmynd. Ríkisútvarpið hlaut síðar viðurkenningu frá sambandi evrópskra sjónvarps- og útvarpsstöðva fyrir umfjöllun sína efnahagshrunið og eldgosin. Leikhópurinn Vesturport fékk í október evrópsku leiklistarverðlaunin sem þykja einn þau virtustu sem veitt eru í þessum geira. Íslensk leikhús hefur aldrei fengið aðra eins viðurkenningu. Vesturport fékk viðurkenninguna fyrir leiksýningar hópsins á undanförnum árum, þar á meðal Rómeó og Júlíu, Hamskiptin og Fást sem var sett upp með Borgarleikhúsinu. Hlaup hófst í Grímsvötnum mánaðamótin. Þar hefði jörð skolfið nokkuð dagana á undan. Hlaupið var fremur lítið, en það fór hins vegar nýja leið til sjávar Gígjukvísl. Búist var við gosi í Grímsvötnum í kjölfarið, en það hefur til þessa látið á sér standa. Rannsókn á starfsemi bankana hélt áfram. Miðjan nóvember var gerð húsleit á 16 stöðum og stór hópur manna var yfirheyrður vegna lánveitinga Glitnis fyrir hrun, mögulegra umboðssvika og markaðsmisnotkunar. Það er náttúrulega ljóst að þeir sem eru viðriðnir í málum einum öðrum hætti og hafa vitneskju sem við þurfum að fá fram, þeir eru að kalla til yfirheyrslu. Og þeirra á meðal var Lárus Velding, fyrrverandi bankastjóri Glitnis. Ætlar ekkert að segja neitt við fjölmiðla? Þúsundir lögðu leið sína í Bláfjöll snemma í nóvember, þegar skíðasvæðið þar var opnað mun fyrr en oftast áður. Það er geðsli. Það er ótrúlega margir hérna. Það er aðeins mikið af fólki. Þetta lofa góðu. Við erum allan bjartsýn, en við erum búin að panta samt ferð norður í mars í skekkinni þetta skildi ekki haldast. 1000 manns mættu á þjóðfund snemma í nóvember til að ræða stjórnarskrána og hvaða gildi ættu að liggja til grundvallar í henni. Svipað leyti hófst kynning á þeim 523 sem buðu sig fram á stjórnlagaþing til að leggja drög að nýrri stjórnarskrá. Við fengum áskoranir og gagnrýni fyrir að sinna ekki kynningu á frambjóðendunum sem skildi. Sem var til þess að nánast allur hópurinn mætti í útvarpshúsið miðjan nóvember til að kynna sjálfa sig og stefnumál sín. Kannanir bentu til þess að meiri hluti kjósenda ætlaði að mæta á kjörstað, jafnvel þótt kosningarnar virtust flóknar.
Ég held að það hafi eiginlega aldrei í heiminum verið gerð tilraun af þessu tagi. Að kjósa sérstaklega til stjórnlagaþings með þeim hætti sem hér var gert. Það var deilt réttmæti og nauðsyn þess að halda kosningarnar. Á endanum ákvað meirihluti kjósenda að sitja heima. Kjörsókn varð 36%, úrslitin lágu fyrir síðasta dag nóvembermánaðar. 15 karlar og 10 konur hlutu kosningu til stjórnlagaþings sem kemur saman í febrúar og meðal aldur þeirra 50 ár. Ég myndi helst vilja fá til dæmis að auka réttindi almennings gagnvart stjórnvöldum í landinu. Það aðskilnaður framkvæmdavalds og löggjafarvalds kannski fyrst og fremst, jafnvel að kjósa forsætisráðherra beinni kosningu. Þorvaldur Gylfason fékk mestan stuðning þeirra ríflega 80.000 sem kusu. 22 af 25 kjörnum fulltrúum komu af höfuðborgarsvæðinu. Viðtækt samráð til að taka á skuldavandanum var kynnt í upphafi desember. 60.000 heimili áttu að njóta góðs, meðal annars af niðurfærslu lána. Það við erum búin að ganga eins langt eins og við mögulega getum allir aðilar í þessu máli. Þeir sem eru kannski í tvöfaldri vinnu og rétt ná að standa undir skuldunum, það ósköp lítið komið til móts við þá. Á annað 100 manns mættu við Alþingishúsið til að mótmæla ákærum á hendur nýmenningunum sem ruddust inn í þinghúsið fyrir 2 árum. Mál saksóknara gegn hópnum fyrir héraðsdómi. Þúsundir bíða ákæru oftar eftir. Þú ert að beita nýmenninguna ofbeldi á hverjum degi síðustu mánuði og síðustu 2 ár. Þingfundi var frestað og áhorfendapallar rýmdir. Til nokkura átaka kom þegar fólki var vísað út. Steingrímur Hermannsson, fyrrverandi ráðherra, alþingismaður og formaður Framsóknarflokksins, lést í febrúar, 81 árs að aldri. Fríða Á Sigurðardóttir rithöfundur lést í maí, 69 ára. Í júní lést Pétur Sigurgeirsson biskup, 91 árs að aldri. Og í júlí lést Benedikt Gröndal, fyrrverandi forsætisráðherra og formaður Alþýðuflokksins. Hann var 86 ára. Nokkur 100 leyniskjöl bandaríska sendiráðsins hér á landi voru opinberuð í desember. Þar var rannsókn íslenskra yfirvalda árið 2007 á fangaflugi bandaríkjamanna lofthelgi Íslands lýst sem málamyndagjörningi. Skjölin sýndu að starfsmenn sendiráðsins létu sér fátt óviðkomandi hér á landi. Icesave samninganefndin kom til landsins snemma í desember með nýjan samning í farteskinu sem átti að kosta ríkissjóð mun minna en þeir sem áður höfðu verið gerðir. Samanburðurinn við fyrri lausn málsins auðvitað gríðarlega sláandi. Það væri merkilegu fjármálaráðherra sem gleddist ekki yfir því að við komumst frá þessu með minni kostnaði. Fjármálaráðherra mælti fyrir samningnum skömmu síðar, sama dag og sögulega atkvæðagreiðsla fór fram í þinginu. Fjárlög næsta árs voru samþykkt í dag með 32 atkvæðum. 3 stjórnarliðar Vinstri grænna sátu hjá. Þau Lilja Mósesdóttir, Atli Gíslason og Ásmundur Einar Daðason sem vildu breyta forgangsröðun stjórnvalda en fengu því ekki framgengt. Við munum því hvorki styðja fjárlagafrumvarpið né breytingartillögur við það. Eftir því sem næst var komist hafði það aldrei gerst áður á Alþingi að stjórnarliðar styddu ekki fjárlagafrumvarp. Ég held að sé varla hægt að telja þessa þremenninga til stjórnarliða lengur. Já, sjálfsögðu þetta núningur, eða alvarlegu núningur, meira en núningur. Þetta bara hreinn ágreiningur, getum við sagt. Allt þetta dægurþras vék til hliðar þegar jólin nálguðust. Út borg og bí var fólk á þönum til að undirbúa hátíðarnar. Líka á bænum Gauli í Staðarsveit, þar sem hrútarnir fengu sitt jólaskart, enda fengitíminn að hefjast. Já, ég skraut alltaf fjárhúsinu en svo aftur á móti ekki heima hjá mér. Og ekkert jólaskraut í íbúðarhúsinu? Nei, þetta byrjaði allt í fjárhúsinu, var það ekki? Jú, með Jesúbarnið náttúrulega. Var það ekki? Nei, það held ég. Jólin, jólin, allstaðar með jólagleði og gjá. Þetta var meðal þess markverðasta sem að gerðist hér heima á árinu sem að líða. En farði ekki langt. Eftir nokkra mínútur lítum við á svipmyndir af erlendu vettvangi.